Háskóladagurinn er árlegur viðburður þar sem allir 7 háskólar landsins sameinast að kynna námsframboð sitt fyrir gesti og gangandi. Vanalega hefur verið líf og fjör á deginum sem fer fram í lok febrúar eða byrjun mars, en nú verður breyting þar á. Í ár þá náttúrulega getum við ekki boðið öllu þessu fólki heim. Það hafa verið að sækja til dæmis hérna hjá okkur í Háskóla Íslands alveg upp undir 6.000 manns þennan eina dag frá 12 til 4. Þannig að núna verðum við bara stafræn og allar námsleiðir í grunnnámi Háskóla Íslands verða með opna Zoom fjarfundi og þá geta gestir bara farið inn á þessa fundi og jafnvel skoða nokkra námsleiðir, farið inn og út á fundum og spjalla við nemendur og kennara. Á stafræna háskóladeginum þann 27. febrúar verður grunnnám háskólanna kynnt. Framhaldsnámið verður síðan kynnt sérstaklega 15. til 19. mars. Í gegnum tíðina hafa háskólarnir farið líflegar leiðir til að kynna nám sitt með viðburðum og uppákomum. Það verður ekki með alveg sama sniði í ár. En við ætlum að brydda upp á nýjung og við verðum með HÍ sjónvarp. Þar verða fólk hérna úr háskólasamfélaginu í viðtölum allt mögulegt sem að tengist háskólastarfinu. En HÍ sjónvarpið er ekki eina nýjungin sem verður kynnt í ár. Við erum að opna nýjan vef. Við áttum háskóladagurinn.is. Nú erum við að breyta honum algjörlega. Þannig að núna ætlum við að vera þar með allt háskólanám á Íslandi. Öflug leitavél, þú getur leitað eftir einhverjum stikkorðum. Þannig að þetta skapaðist af þessum nýju aðstæðum sem við erum í. Á háskóladagurinn.is að þar verða linkar bæði í allar námsleiðir og þá getur þú valið ég ætla að skoða lögfræði hjá Háskóla Íslands eða lögfræði hjá Háskólanum í Reykjavík eða hvernig. Síðan getur líka farið inn á skólana sjálfa og þaðan inn á villisíður hjá skólanum. Við ætlum líka að kynna þjónustuna í Háskóla Íslands eins og við höfum gert alltaf á háskóladaginn og á línunni verða þá náms- og starfsráðgjafar, fólk frá alþjóðasviði, fólk frá nemendaskrá, stúdendaráð ætlar að vera á línunni og einnig félagsstofnun stúdenta til að kynna stúdentagarðana. Þetta er svo bara kjörin leið að fá að spjalla bæði við nemendur og kennarar allar þessar námsleiðir af því að við höfum fundið að framhaldsskólanemendur til dæmis, þeir vilja eiginlega miklu frekar tala við nemendurnar okkar heldur en kennarana. Þannig að við ætlum að stilla þeim svolítið kröftulega fram á þessum stafræna háskóladegi.